1000 km veg. Æja, tökum vídeo af extraterrestrial highwayinu. Svona lítur þetta út. Í svona 500 km. Cirka. Það er enda meiri hlutin að þessu miklu bara beint en þetta. Og öðru hvoru flýgur þota yfir og heyrir svona búmm eins og sé verið að sprengja eitthvað. Nei, það er bara þotur. Fluga lágt. Það er skemmtilegt. Já, hvað að stoppa hérna. Fara út og leita geimverum. Ég kann ekki að nefna þessi tré, þau eru öllum undarlegustu. Skotatré, þetta er áhugavert. Það er eitthvað dýr, þetta er svona gefur svona hátínulega alltaf möður og svona óreglunum millibili. Þetta eru hart, þetta er svona nálar eða eitthvað. Sandur, nokkuð hart á fótinn þar. Það er minni læti í pöddunum hérna heldur en það verið til þessa. Þannig að þarna upp á þessu fjalli, það voru gífurlegur hávaði, það voru kvikindi þess að hljómaði eins og fjarstig þyrla sem var alltaf að elta mig. Og líka krybbutnar og svo var þarna lengra, það var einhver padda sem að hljómaði eins og ég veit ekki hvað djöfull hún hljómaði svo. Það er eitthvað rafmagnsljóð í henni. Mjög skrýtnar pöddur hérna. Maður sér það aldrei. Maður að yfirgefa geimveru þjóðveginn. Og maður komin yfir í hérna Ólafsfjarðarmúlann eða hvað sem þetta eiginlega er hérna. Sjáu þetta. Eyðimörk. Helvítis hellingur af eyðimörk. Það er samt óalega mikill gróður í þessari eyðimörk. Það er eiginlega, já, skuggalega mikill gróður í öllum eyðimörkum eða á þessu svæði. Nú að gera niður á Ólafsfjarðarmúlanum. Myndavélin er bein. Fjallaugur og skjóta helmingir af skiltunum hérna. Þetta er á skiltinu með beljunum, maður er að reyna að miða miðja beljunum.